Helen Ólafsdóttir öryggisráðgjafi hjá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna og hún skrifaði grein á samstöðuna samstöðun.is sem bara yfirskriftina af hverju Ísland á niðurleið. Og Helen hérna í símanum og ég ætla bara að byrja á því að spyrja þig Helen, vertu velkomin að Rauða borðinu. Af hverju Ísland á niðurleið? Já, þegar stórt spurt. Þetta hljómar náttúrulega mjög dramatískt en það það samt svolítið ef við setjum þetta í samhengi. Ég ætla svona að byrja á því að segja að ég held að það sé ekkert endilega einhver svona yfirsýn yfir það þegar við erum að mæla okkur við önnur lönd, þú veist, sem náttúrulega, það náttúrulega mjög mikilvægt að tala svona innanlands hvað að gerast, en ég held að það sé mjög mikilvægt að skoða okkur alltaf út frá nágrannalöndunum. Og ég bara fór að kíkja þetta því ég vinn hjá Sameinuðu þjóðunum og ég svolítið hrökk við þegar ég sá á þessum nýja þróunarskala sem sjálfbæru markmiðin, að þar sé Ísland í 22. sæti og svo eru Norðurlöndin á topp 5 eða topp 4 segi. Og ég fór svona að kíkja aðeins á þróunina, þú veist hvernig þetta hefur verið og ég man alveg eftir því 2007. Þegar við komum og þá var ég líka byrjuð hjá Sameinuðu þjóðunum, segi kannski eitthvað aldurinn á mér, en allavega að þá man ég eftir því að Ísland var að koma alveg rosalega vel út á öllum listum og ég man bara eftir því að Ísland minnst spilt og það aftur voru við öll Norðurlöndin þá 5 saman, alltaf í hóp, efst. Og þar vorum við líka með mesta fjölmiðlafrelsið og við vorum bara að vinna alla lista, best í heiminum. Og en svo þessna fannst mér þetta svolítið merkilt að við varum allt í einu komin niður í 22, en að öll 4 Norðurlöndin raða sér ennþá efst. Og þá kíkti ég náttúrulega á Transparency International listan og ég fór svona að skoða fjölmiðlafrelsið og áttaði mig náttúrulega því að við erum að hrynja niður þessa lista. Það náttúrulega ein skýring með spillinguna og ég tek það fram í greininni að það alveg möguleiki á því að íslenskt samfélag sé bara að vakna, að upplýsingaflæðið sé hreinlega betra, að fólk sé farið að gera sér meira grein fyrir því að þessi kerfisbundna fyrirgreiðsla sem svolítið svona í þjóðarsálinni og hefur verið svolítið svona kennd við fjórflokkana, það alltaf talað hrossakaupin og eyrinni og þetta svona, það bara fyrirgreiðsla í okkar stjórnmálaflokkum var bara sjálfsagður hlutur og þannig ég held að þetta með spillinguna það sé bara hreinlega verið að fólk sé bara verið að, bara meira meðvitaðara ástand mála vegna þess að ef við horfum náttúrulega aftur á þegar allt var einkavætt í fyrstu hrínunni þá erum við náttúrulega komast að því á seinni árum hvernig svo einkavæðing fór fram. Þannig að það sem munurinn samkvæmt þessari kenningu að við höfum alltaf verið spillt en við höfum bara ekki fattað það fyrir eftir hrun, hversu spillt við erum. Já, algjörlega. Ég held að það hefur verið rosaleg vakning 2008 og bara algjörlega klárt mál að fólk, þetta kom held ég rosalega á fólk að þarna var sem sagt eitthvað að gerast sem að enginn hafði séð fyrirfram. Jú, það var búið að spá af mörgum erlendum aðilum einhverju efnahagshruni en við vorum held ég rosalega ómeðvituð sem þjóð. Og annað með fjölmiðlafrelsið, það reyndar líka athyglisvert með fjölmiðlafrelsi. Ég reyndar held að það svolítið sláandi að sjá allt í einu blaðamenn vera dregna fyrir lögreglu og ég meina það alveg klart mál að þarna hefur verið og það kannski þá að koma í ljósi þess að það þessi vakning og fjölmiðlar farnir að fjalla mál sem eru óþægileg, koma við ákveðna aðila sem eru hátt í stjórnskipuninni hjá okkur og kannski þetta þá sem þetta sem fer saman að eftir því sem við verum meðvitaðri og einhverju ákveðni blaðamenn að kofera þessi mál, Panama-skjölin til dæmis, að þá sé að reynda einhvern veginn að stemma stigu við því að fjölmiðlar séu ekki og vakti vera á ákveðnum sviðum. En það hefur verið svona trú okkar að við séum meðal Norðurlandaþjóðanna best lukkuðu samfélag í heimi og með fyrir í mannkynnssögunni en við erum ekki lengur í þeim hópi samkvæmt þessum listum. Í hvaða hópi eru við þá?
Það svolítið merkilegt vegna þess að við erum þarna út allt eiginlega, vegna þess að við erum, ég sá einmitt bara þetta með að við varum að vinna mest, að væri minnst jafnvægi á milli Íslands og við vorum bara allt í einu með Tyrklandi, þú veist, með það að við vinnum svo, ég reyndar veit ekkert Tyrkland og af hverju þeir vinna svo mikið. En svo annað að í íslenskri menningu, ég held reyndar að við höfum, held ég, alltaf verið mjög vinnusöm þjóð. Og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað, ég veit ekki hvernig sú mæling, ég hef ekki kíkt á það í neinu sögulegu samhengi, ég veit bara það að Íslendingar eru hörkuduglegir og vinna mjög mikið og hafa aldrei sett það fyrir sig að vinna svona, það allt annað attitúd í Danmörku, til dæmis varðandi þessi mál. Og kannski meiri krafa meiri réttindi og slíkt. En hvar erum við? Við erum komin, sko, það mjög skrítið að segja þetta, við erum svona eiginlega að setja okkur svolítið í hóp með kannski löndum eins og Pólandi, Ungverjalandi þá, í sumum málum erum við svona með Spáni, Ítalíu, sumstaðar kemur til dæmis eins og þessum þróunarskala kemur Spán til dæmis hærri en við og Portugal, ef mér minnir rétt. Þannig að við erum svolítið að flúta þarna í sko miðaustur-Evrópu eftir því sem ég svona bara, þú veist, að ég hafi kannað eitthvað fylgnina þar á milli. Þetta algjörlega skjön við svona sjálfsmynd þjóðarinnar sem að við séum ein af Norðurlandaþjóðunum en svo kemur þú og segir nei, við erum það ekki og við erum ekki hluti af Vestur-Evrópu, við erum kannski hluti af Suður-Evrópu en þá austari hluta Suður-Evrópu en kannski líkust nýfrjálsum sovjetlýðöldum í Austur-Evrópu. Já, og svo náttúrulega þetta skala sem ég tek það sem að ég náttúrulega að skoða alveg sérstaklega slæm, við komum mjög illa út, það eflaust að koma með 15 ára skala og sína við séum alveg brjálæðislega góð í einhverju öðru. En hitt sem að ég vildi bæta við, nú til dæmis Danmörk ekki, við erum í 8. sæti yfir það land sem er hæst verga landsframleiðslu á hvern íbúa. Og það mjög hátt. Önnur Norðurlönd fyrir utan Noreg koma held ég eitthvað þarna aðeins fyrir neðan. Þannig við ættum samkvæmt þessu að eiga meiri verðmæti á hvern íbúa til þess að gera meiri hluti fyrir okkar fólk. Og þá vil ég taka fram að við erum ekki nema eitthvað 380.000 manns. Við erum á eyju sem er stútfull af auðlindum. Það bara, sko, þú að fara til Noregs, sem eru kannski þá með olíuna betur stættri við, en annars ef við bara horfum á Danmörku ekki með neina auðlindir. Samt Danmörk að koma svona rosalega vel út og ég vil bara meina að þetta sé stjórnarfar. Þetta snýst allt saman, snýst heilbrigt stjórnarfar og jöfnuð. Og ef við erum ekki að veita þessu athygli varðandi heilbrigt stjórnarfar sem snýst á í öllum grundvallaratriðum það að koma í veg fyrir spillingu. Og ég vola hrædd að þessi mál sem hafa komið upp núna bara á síðustu árum sem að náttúrulega kemur hérna með hruninu, kemur með Panama-skjölunum, skýrslunni einkavæðinguna, þar sem að þetta opinbera hvernig þessu var staðið, bara að horfa á söluna á borgun. Þetta, þú veist, ég millir að því ég vinn erlendis í löndum sem eru mjög illa stödd og þar spilling alveg hrikaleg. En ég verð að segja fyrir mitt mál að það sem að gerast á Íslandi, varðandi þessi sem að við myndum kannski kalla fyrirgreiðslu í den, þetta skelfilegt og það einhvern veginn manni dettur líka í huga það sem búið að grafa undan svolítið eftirlitsstofnunum. Þú veist, það sem búið að draga undan, bara það ekki lengur tennur hjá fjármála eftirlitinu. Allar þessar eftirlitsstofnanir sem ættu, og ég meina dómskerfi búið að vera undir sama stjórnmálaflakki í fleiri ár. Þá mjög auðvelt að geta svona smám saman grafið örlítið undan þessum eftirlitsstofnunum, vegna þess að það ekkert eðlilegt að þetta geti komið fyrir. Fólk geti sleppt því að til dæmis að setja í hagsmunaskráningu á þingi. Ég býst við því að þetta væri brottrekstraratriði annars staðar á Norðurlöndunum. Bara svona, þú veist, með að við hvar menn eru dregnir inn á teppi þar fyrir smáatriði. Það er ekki að segja, úps, þetta var óvart. Nei, lærum af þessu sko og það er þetta með að geta verið involveraður í söluferli á ríkiseignum, að því eins og ég segi, ég hef unnið dálítið mikið í sambandi við opinbera stjórnsýslu og að bæta opinbera stjórnsýslu og stjórnarfar hjá sérstaklega í sambandi við útboð. Að þá finnst mér þetta slær mér svo hrikalega
þetta myndi bara ekkert ganga sko, ég ætla ekki að nota orðið siðmennta, en í svona þessum ríkjum sem að telja sig hafa gott stjórnarfar. Bara flýgur ekki, sko. En Helen, eitt að taka svona einstök dæmi og veikleika eftirlitsstofnana og benda á slíkt. Annað að skoða afstöðu almennings til stjórnvalda og ég held að komi fram í könnunum að Íslendingar hafa mun minna traust til þjóðþingsins heldur en á Norðurlöndunum og bara í næsta nágrenni og þurft að fara bara töluvert langt austur og suður til að finna annað eins og sama á við spillinguna, þannig að við getum deilt hvort að Íslands er spillt eða ekki. Málið það að Íslendingar upplifa sko spillingu stjórnvalda miklu meira heldur en næsta nágrannar okkar og við þurfum að fara tölvört austur og tölvört suður til að finna annað eins. Getur þetta ekki verið vandamál og veikt getu okkar raunverulega til þess að byggja upp gott samfélag þegar allur almenningur ber lítið traust til lýðræðis vettvangsins og stofnana samfélagsins og upplifir að kannski ríkið ekki endilega við, ríkið kannski bara hinir sem kannski munurinn okkur og á Norðurlöndunum finnst manni stundum að sem að mikil sko samstaða með að við séum ríkið og þess vegna eigum við að borga skatta og taka þáttu í byggu ríkisins að meina Íslendingar upplifa svolítið ríkið eins og séu hinir. Já, eða svo líka annað í þessu og það þetta örsamfélag sem við búum í og ég hef tekið eftir því að fólk fer mjög varlega í það að vera með mótmæli og læti vegna þess að við erum svo rosalega tengd. Og ég finn það sjálf að þegar ég að skrifa eitthvað bara svona á Facebook, þá kemur alveg upp í hugan á mér einhverja tengingar við fólk sem að mér kannski líkar ákveðlega við á persónlegum nótum. En ef ég að trassa náttúrulega mjög auðvelt að taka það ekki persónlega ef ég farin að trassa einhvern sérstakann einhvern útveg eitthvað, þú veist, eitthvað. Þannig að ég finn að það ákveðin svona ritskoðun hjá mér og samt ég engan veginn tengd fjárhagslega inn í íslenskt samfélag. Og ég held að það sé svolítið þannig að jú, það eru að vita allir að þetta ekki í lagi. En kannski eru bara þeir flokkar sem ráða hvað mestu búin að koma sér þannig fyrir í gegnum all þessi ár að tengslanetið svo rosalega sterkt. Margir eiga svo mikið undir þessum flokkum, þess að það bara búið að koma í þannig fyrir, hvort sem það eru verktakar, þú veist, fólk með smáfyrirtæki, það á allt undir, þú veist, ef það fær ekki business frá þessu fólki sem með alla peningana, þá ertu bara, og það alveg vitamál að fólk jaðarsett, bara þegar það styrkir upp á móti kerfinu. Þannig ég held að fólk vita alveg að þetta sé ekki í lagi. Ég held að ég meina það er alveg ljóst að það stærsti flokkurinn á landinu komin núna í annað sæti og það ekki ástæðulausu. Það bara hreinlega út af því að fólk búið að fá sér full. En samt þarna einhver hópur af fólki sem ásamt alla sína svona livelihoods, þú veist, eða sína tilvist undir þessum flokkum komið og ég meina þetta var bara frægt að ef þú varst partur af Framsóknarflokknum og alltaf vitamál að Framsóknarflokkurinn myndi hugsa þig. Það kannski þetta ég held að Hallgrímur Helgason hafi langbest sagt þetta í sambandi við þú þarft að mæta í þessa fermingaveislu. Þú þarft að mæta og vilt ekki vera ókurteis og ég sjálf lent í kokteilbúðum þar sem kannski einhverja týpur og stjórnkerfi sem ég langar bara ekkert sérstaklega til þess að taka í hendina og bara, já. En má það þá vera að þar sem að við erum fá og að við þurfum að finna eiginlega leið til þess að halda upp í gagnrýni umræðu í smáu samfélagi sem allir eru tengdir öllum. Ég kannast vel við þetta sem út að segja, þú nefnir verktaka, við getum líka nefnt leigusala þegar leigjendur eru að benda á óregluverðan leigumarkað og skaðan sem það veldur leigjendum að það var alltaf eitthvað fólk sem vil stíga fram og segja að það nú ekki allir leigusalar slæmir, þannig að við komumst aldrei í því að ræða kerfið, heldur þvælast alltaf einstaklingandi fyrir okkur eins og við séum að taka afstöðu til siðferðis einstaklinga í staðin fyrir samfélagi sem við eigum á millum okkar. Já, fólk rosalega. Það þetta að það tekur allt til sín og alltaf vera að tala það að við erum svolítið pólariseruð og það má aldrei vera með einhverju skynsamlega samræður þessa hluti og svo eitt að nú hef ég svona aðeins fylgst með þessari grassroots sem að reyna að vekja athygli á spillingu og
til dæmis alveg frábær fyrirlestur hjá formanni samtaka leigjenda núna helgina þarna hjá ykkur sem eða var strengt held ég frá ykkur að sko mér finnst svolítið eins og allir þeir sem einhvern veginn að reyna að vekja athygli á þessum stóru málum einhvern veginn þeim svolítið ítt út í horn sem vandræðasekir. Íslendingar eru svo penir og það má eiginlega ekkert vera með neinn of mikið læti. Það eiginlega bara kraftaverk að skyldi mæta þjóðin 20.000 manns niður á Austurvöll þegar Panamaskjölin komu sko en það vantar smá svona frakkan í Íslendingin þar sem við mætum öll og tökum þátt í því að segja hinga og ekki lengra en ég vildi bara nefna það að því ég fór svona aðeins út í það að spá í sko í greininni, við erum þarna komin í þetta, við erum að fara neðar og neðar á þessum listum og það svolítið slæmt að þegar að því við einmitt málum okkur út á við sem samfélag sem tilheyrir hinum Norðurlöndunum, jafnaða samfélag, þróað samfélag og það glansmyndin út á við ef þú horfir á okkar utanríkispólitík og við viljum svolítið selja þessa fínu flottu glansmynd en á meðan finnst mér mjög skelfilegt og ömurlegt að sjá aukningu á fátækt og að sjá bara hvernig við erum ekki að taka á málum á meðan við eigum í rauninni allar auðlindir og allar burði. Það svo auðvelt að laga hlutina með svona lítið mengi en það þarf pólitískan vilja og ég bara rétt svo vona, ég held að það sé smá breyting og ég held reyndar að það ný kynslóð, að með nýjum kynslóðum þá verði alveg gríðarleg breyting í íslenskri pólitík bara á næstu 10 árum. Við höfum eftir að horfa fram á stóra breytingar. Ég held að nýju kynslóðirnar séu sérstaklega sú kynslóð sem hefur ekki efni og mun aldrei hafa efni á að komast af leiðumarkaði eða kaupa sér húsnæði. Það fólk á eftir að setja, held ég, stíga niður og segja hinga ekki lengra. En það fólk kannski ekki það sem tengt þessum gömlu hugsunarhætti fjórflokkana og bitlingana og hvernig hlutirnir að ganga fyrir sig að þú veist, þú gerir mig greiða, ég gerir þig greiða í þessu gamla íslenska samfélagi. Ég vona það því að þetta mjög leiðilegt að sjá, þú veist, hvernig við erum að fara, hvar við erum á þessum listum og ég vildi bara fá meiri umræðu það hvers konar samfélagi við viljum vera, í hvað hópa ætlum við að setja okkur. Já, Elín, takk fyrir frábæra grein og hvetja til þess að skrifa meira á samstöðuna þar sem að þú berð okkur saman við aðra þjóðir. Já, ég gaman að sjá þig og bara ef ég sé eitthvað hræðilegt þá sendi ég það sjálfsögðu inn. Ég les greinina og fæ að bjalla á þig og spjalla við þig í framhaldinu á því. Kæra þakkir í dag. Takk fyrir. Takk fyrir. Og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.